Húsgagnahöllin. Já, komið í sæl. Það eru örfáir dagar eftir af árinu og svona nokkuð ljóst að við siglum þetta ár út á nokkuð köldum nótum. Það verður norðlæg átt ríkjandi hjá okkur þegar komin inn norðlæg átt og verður tiltölulega þurrt hjá okkur næstu daga en jafnframt vel kalt. En við sjáum á þessu korti frá klukkan 18 í dag á þrýstilínum að norðanáttin er nú komin inn og það snjóar fyrir norðan og mun gera það fram á morgundaginn og jafnvel eitthvað lítilega síðan þar á eftir næstu daga. En við sjáum að nokkuð þetta þrýstilurinn yfir í kvöld og í nótt og fram á morgundaginn síðan smá samanslagnar á þessu öllu saman og einnig dregur þá úr úrkomunni landið norðanvert. En við fáum eitthvað lítið bakka hér upp að vesturströndinni seinni part eða svona þegar líður á morgundaginn og hann mun skila sumstaðar af sér snjókomu. En það kalt loft sem að streyma hér til okkur og við sjáum þennan bleika lit hér norður af landi. Þetta svona heimskautaloft sem að streyma hér til suðurs og það eins og ég kom hér inn og áðan alveg ljóst að við munum liggja í hrollköldu lofti inn í nýtt ár, hið minnsta. Hlýjalofti hér náttúrulega suður á, það leitar allt hér til austurs yfir mið-Evrópu og ef við kíkjum nær þá sjáum við hér stöðuna klukkan 19 snjóa hér, þá sérstaklega norðvestan til á landinu og leifar að lægðinni sem voru hér vestur á landi gær eru hér rétt suður af og leita síðan þá til austurs og grinnast og við sjáum að það eru 10-15 metra sekúndu vindur svona fram á morgundaginn en þá dregur síðan smá saman úr vindi léttir til verður bjart veður þá víða sunnan til á landinu sennilega skýjað mestu leyti fyrir norðan og snjóa svona sérstaklega fyrir part dags en dregur síðan úr komin og þetta eru svona stöðutaka klukkan 14 á morgun. Við sjáum að það víða þetta 5-10 stiga frost en meira frost inn til landsins og við fengum til að mynda 16 stiga frost á Þingvöllum á þessum sólarhring. Þannig að við sjáum að það nú svona vísbendingum hvað kemur í framhaldinu og síðan frá með morgundeginum, við sjáum hennar bakka sem kemur hér inn þá sent á morgun og hann mun skila snjókomu nokkuð víða hér vestan til á landinu og jafnvel inn á hálendið en klukkan 14 á mánudaginn og þá verður svona austlátt í svo þetta drag sem liggur hér upp að landi, við sjáum hér nokkuð stífa austanátt við Breiðafjörð og yfir Vestfjörðum, annars hægari vindur og vindátt breytilegri þegar austan dregur. Getur snjóað eitthvað hér á suðvesturhorninu og einnig getur dottið inn í él norðaustanlands en að öðru leyti tiltölulega bjart veður en jafnframt kalt. En síðan þróunum fram á gamlársdag svo að það verður svona að hóta hér snjókomu allra síðust á landinu sem og inn á norðausturhornið en bjart veður að öðru leyti og við sjáum það klukkan 12 á gamlársdag að það verður nú svona fínasta eða fallegt vetraveður víða land svona á mest öllu landinu en óneitanlega kalt og getur við verið að fara að sjá 20 stiga frost inn í innsveitum landsins. Og síðan hér með svona sýni þróunum það sem eftirlifir þessa árs og þegar við siglum inn í nýtt ár og það við tækja til því að það enga úrkoma að finna á landinu og það sem það verður stjörnubjart þegar við kvæðum þetta ár og göngum inn í nýtt og við byrjum nýtt ár á kaldri norðanátt en jafnframt verður bjart víða land. En hvað var það veður í Evrópu þá nú svona, ég getur sagt að það sé nokkuð risi á tíðin þar það allan úrkoma og talsverð úrkoma víða í vestur Noregi en svona þurrar og bjartara þegar austan dregur en háþrýstisvæðið í mið- og suður Evrópu sólríkt þar og hiti svona 5-10 stig nema þegar komið niður að Miðjarðarhafi, þar hitin þetta 10-15 og jafnvel sums staðar aðeins meira en svo á Spáni
en á Kanaríeyjum og þá stefnir í enn einn daginn með 20-25 stiga hita og við endur síðan yfirferðina hér í Norður-Ameríku. Það er hér lægð rétt suður af vötnunum miklu sem mun gefa víða sér rigningu í austurhluta Bandaríkjanna. En svo sé þetta gott að verið sæl.